Komið sæl, ég heiti Zacharias Ingólfsson, ég prestur í játningabundu kirkjunar á Íslandi og í dag langaði mig að dela með ykkur riti sem ég er búin að vera að vinna í svolítinn tíma og var að koma úr prentsmiðjunni. Þetta er lítið hefti, þetta eru fræðin minni eftir Lúther, ný endurskoðuð þýðing í íslenskri þýðingar hefð og svona hentugt lítið hefti sem er hægt að geyma jafnvel inn í biblíunni sinni. Og ég ætla að bara svona fletta rétt í gegnum það með ykkur. Hérna á copyright-síðunni er tvennt sem ég langar að sýna ykkur. Í fyrsta lagi að við fengið styrk frá Lutheran Heritage Foundation til þess að prenta þetta og í öðru lagi að fræðin eru gefin út með Creative Commons leyfi. Þannig að játningarit kirkjunar eiga að vera öllum frjáls að nýta sér og við viljum að það sé hægt að prenta þetta út og gefa öðrum og jafnvel ef einhver vill lesa þetta inn sem hljóðbók þá er hann frjálst að gera það og má deila því og nota það áfram bara svo fremið sem að þetta sé gefið út með sama leyfi áfram. Nú hér er ekkert nema fræðin minni, þetta litla rit sem að Lúther bjó til þess að kenna fólki algjör grundvallar atriði trúarinnar. Við höfum ekki bætt við auka skýringum eins og hefur verið til dæmis í fyrri útgáfum á íslensku. Hér koma fyrst boðurinn 10 og við reynda að setja þau upp þannig eins og við sjá að það eru línuskil á ákveðnum stöðum. Til dæmis hérna 5. boðurinn, þú skalt ekki morðfremja. Hvað er það? Við eigum að óttast og elska Guð. Þannig byrja öll boðurinn eins og sjáð. Svo að við ekki meiðum náunga okkar eða vinnum honum nokkurt megin á líkama hans. Fyrst er þess að neikvæða skýringin. Hvað eigum við ekki að gera og síðan kemur ekki indreið aftur, heldur komum honum til hjálpar í allri líkamlegri neyð. Þannig að línuskilin og indrátturinn eru búin til með það í huga að fólk læri fræðin utanbókar. Nú eftir boðurinn 10 kemur trújátningin, hún er sett upp með sama sniði eins og skýringi hérna á fyrstu grein trúarinnar segir okkur fyrst að Guð sé skapur okkar, því næst að hann sé sá sem að heldur okkur uppi, að hann sé sá sem að verndar okkur, hvers vegna hann gerir það og að lokum hvernig við eigum að svara því. Þannig að þetta er allt sem að setja upp með þessum hætti, síðan kemur bæn drottins, fadir vorið eins og við líka þekkjum það, þá kemur kaflinn skírnina og síðan kemur kaflinn skriftir sem að ekki lengi vel ekki var í íslenskum þýðingum af fræðunum, kom reyndar smá saman með svona smá hlutum en það er fyrst í rauninni með 1925 með að þá kom þýðing sem heitir 5 höfuðjátningar og þar komu skriftir og formálin að fræðunum í heild sinni. Nú síðan kemur altarissakramentið og morgun og kvöldbænir. Mjög fallegt að byrja daginn með þessari stuttu morgunbæn og eins og við gerum líka í minni fjölskylda, við endum alltaf daginn á kvöldbæninni og síðan koma bænir undan og eftir máltíðin og hússpjaldið að lokum sem segir okkur í rauninni hvernig við eigum að elska. Þetta er svona kennsla í kærleikanum. Þú skal elska náunga þinn eins og sjálfan þig er það boðorð sem oftast er vitnað í Nýja testamentinu og hússpjaldið gefur okkur útskýringu á kærleikanum í mismunandi aðstæðum eða það mismunandi sambandi fólks hvert við annað. Þá lokum við pínulítið kafli hérna þessa útgáfu fræðana og fræðin á íslensku sem að eiga sér reyndar mjög langa sögu og komu fyrst út árið 1562 og það eru bara rétt 30 árum eftir að þau komu fyrst á þýsku sem var 1529. Og það er allt sem er í þessu riti. Við seljum þetta rit á 500 krónur og það er hægt að nálgast það meðal annars við að hafa samband við okkur á heimasíðunni eða senda með tölvupóst eða SMS. Við sjáum til þess að sem flestir geti fengið fræðin minni.